Ég heiti Sigrún Eldjárn og ég skrifa og myndskreyti barnabækur og ég hérna með nýjustu bókina mína sem heitir Torf, grjót og burnirót. Og þetta bók sem varð eiginlega til svolítið undir áhrifum frá eiginmanni mínu sem heitir Hjörleifur og svona sérfræðingur í torfbæjum og við skrifað alveg hnausþykka bók torfbæi á Íslandi. Þannig þetta hefur alltaf verið svolítið svona fyrir framan augun á mér og mér datt í hug að gera barnabók, mikið myndskreyta það hvernig torfbæir voru gerðir í gamla daga. Og þarna saga systkini Unu og Orm sem eru hjá afa sínum og ömmu þegar þau sjá í gömlu myndaalbúmi ljósmynd af fólki og bakvið sést í hús bæinn sem fólki býr í. Og þeim finnst mjög skrítið að það eins og þetta hús búið til úr steinum og grasi. Og fara að spyrja afa sinn og ömmu út í þetta og þá kemur í ljós að þetta torfbær, burstabær. Og í framhaldi af þessu þá ákveða þau, þessi fjögur, að byggja lítinn torfbæ upp í sveit. Bara svona sem sumarhús og gera það alveg eins og gert var í gamla daga. Þannig að þau fara til hennar Siggu frænku sem kann að gera þetta. Hún kann að hlaða torfveggi og veit alveg hvernig torfbæir voru gerðir í gamla daga. Já, þannig að þetta bara mjög sniðug bók fyrir alla. Hún skemmtileg fyrir krakka, það mikið af myndum. Alveg fyrir litla krakka, stóra krakka og svo bara alla, því að það þurfa náttúrulega allir að vita hvernig torfbæir voru gerðir, af því að forfeður okkar og mæður bjuggu í svona húsum gamla daga. Þannig að bók fyrir alla. Forlagið.